En situm við á tali, þegar Geir Waage og ég, Halldór Gunnarsson, 23. júní og áttum okkur á því að gagnvart inngöngu í Evrópubandalagið. Þá höfum við sleppt að tala heitustu kartöfluna. Hvað landbúnaðarmálin? Þetta ekki alveg stórkostlegt að ganga inn í Evrópubandalagið og lenda í jaðarsvæði og fá allar ódýru matvörurnar og bara geta lifað í allsnægtum hér á Íslandi gagnvart innflutningi á landbúnaðarvörum og öllum lúxusnum. Hvað segirðu, séra Geir? Jú, þetta það sem að samtök verslunarinnar predika. Það að vísu aldrei talað það hvað laun eru miklu hærri hér heldur en í þessum Evrópulöndum sem eru með ódýru matvöruna. Auðvitað samhengi á milli launa, tekna og verðlags á matvöru. Ég hef svo mikið vita á því hverju ætti að svara þessu svona, en ég veit hvaða verðmæti mér finnst vera í íslensku landbúnaði. Og það framtíðin. Við höfum mikið af ræktarlandi. Eistar voru með mikið af sykurrófum þegar þeir gengu í Evrópusambandið. Þeir voru með talsvert mikla framleiðslu eða ræktun á höfrum og byggi. Þeir voru varla komnir inn í Evrópusambandið þegar að danskar og sænskar verksmiðjur eða fyrirtæki sem eiga verksmiðjur keyptu jarðirnar og lögðu þær í eyði. Þeir hættu að rækta sykurrófur í Íslandi vegna þess að þeir vildu halda áfram að rækta sykurrófur í Danmörku og Svíþjóð, Skáni og Jótlandi og svo framvegis til þess að selja danskan og norrænan sykur á markuðum. Eistarnir sátu uppi með bújarðir sem var búið að setja í eyði. Nú það svo að við erum ekki með mikla rækt á korni hér. Við getum alveg gleymt í að rækta korni eða reyna að halda áfram þeirri rækt ef við lendum inn í Evrópusambandinu, því að við lendum þar í styrkjakerfi sem að mun miða við það að leggja niður sem mest af landbúnaði á Íslandi. Við megum líklega búast við því að fá að halda áfram mjólkurframleiðslu og líklega komast þeir upp með að hafa rollur áfram að einhverju leyti, ekki eins og við höfum haft það undanfarið, ég alveg viss það. Það mun koma einhver vísindaleg stýring á beit og svo framvegis innan tíðar frá því að við göngum í Evrópusambandi og það auðvitað gott út af fyrir sig að það gerist. En við munum ekki komast upp með að framleiða lambakjöt eða dilkakjöt í þeim mæli sem við höfum gert hingað til og með sömu aðferðum og sama hætti og við höfum hingað til gert. Það ég alveg vissum. Verðmæti Íslands í framtíðinni eins og ég sé hana jarðræktin. Við ættum að búa okkur undir það að rækta korn, bygg, jafnvel hafra og við höfum að rækta repju. Repjuræktin skilar okkur olíu sem við getum notað á skipaflotan. Það munaði nú ekki miklu að lokaðist fyrir alla olíuverslun í heiminum núna undanfarnar vikur. Það mátti ekki miklu muna. Og hver veit nema verði olíukreppa aftur alveg á næstunni. Engin veit hvað Hormús ævintýrið og Arabíu ævintýrið núna í undangengnu stríði milli Írans og Bandaríkjanna og Ísraels hverju það skilar til langframa. Það má vel vera að við þurfum að búa okkur undir það að vera sjálfum okkur næg matvælaframleiðslu og orku. Og þá ég ekki bara að tala raforku, ég líka að tala olíu á flutningabílana og á skipaflotan og svo framvegis, minnstakosti fiskiskipaflotan. Við getum ræktað þetta allt hér heima. Við getum framleitt allt hér heima.
ekki allt kannski sem við þurfum, en talsvert mikið öryggi gæti verið í því að framleiða olíu. Hún er líka hæf til manneldis þessi olía. En allt hratið sem kemur úr repjuræktinni, hugsaðu þér allt svínafóðrið, allt nautgripafóðrið sem að leggst til sem auka afurð af olíuframleiðslunni með repju. Íslenskt grænmeti, og þá er ég í framtíðin ekki bara að hugsa heimamarkaðin hér, heldur er ég líka að hugsa útflutning. Allt íslenskt grænmeti er ræktað í tiltölulega hreinu landi, ég segi tiltölulega hreinu landi, því að sumir eru ennþá að ausa eiturefnum yfir akrana, þó ég telji að það sé hverfandi lítið. Og þetta er allt saman ræktað með tandurhreinu neysluvatni. Ekki með marghreinsuðu skorpvatni eins og gerist víðast hvar erlendis. Og við eigum þessa sanda sem eru einskis virði, auðir og tómir og óræktaðir, en margir af þessum söndum eru vafalust afbragðsræktunarland fyrir bygg. Er ekki sandjörð á Þorvaldseyri? Er þessi jarðvegur okkar sem að við höfum kannski ekki metið nógu mikils, er hann ekki mjög dýrmætur? Og ég er ekki að tala um búskap sem stóriðju. Ég er að tala að við höldum okkur við fjölskyldubúin. Við þurfum að reyna að halda landinu sem mest í byggð, halda í litlu bújarðirnar og sníða landbúnaðarpólitíkina að því að það verði lífvænlegt fyrir bændur að búa að sínu og framleiða fyrir heimamarkað á litlu búunum, en afkastabúin verða auðvitað í framtíðinni að einhverju leyti til að flytja út unna vöru. Hér kemur nú að mér með þeim hætti að ég tel mig vita meira en þú gagnvart landbúnaðarmálunum, þannig að þetta kemur mér nú bara í opna skjöldu. Og í ham? Nei, hvað, þú er skellegur með þetta, en aðalmálið er þessi grínsetning sem ég sagði í byrjun. Það er svo gjörsamlega dauðadómur yfir Íslandi ef við göngum inn í Evrópubandalagið, því að allir möguleikar verða teknir á sveipstundu af þjóðinni að geta aflað eigin matvæla til þess að lifa á Íslandi, sem við höfum fullan möguleika á. Því að bara 1, 2 og 3 þá verður innflutningur á svínakjöti og kjúklingum og öllu þessu, það verður bara sagt við okkur á ósköp ákveðin hátt: þið hættið allir í landbúnaðarframleiðslu. Það er á nokkrum árum. Það verður ekki sagt strax. Þeir fara sömu leiðina og þeir gerðu í Finnlandi? Nei, ég veit bara, við skulum ekki vera að tala um þetta með þessum hætti. Við skulum bara leyfa þá þeim Íslendingum sem vilja halda því fram að það verði svo stórkostlegt að ganga inn í Evrópubandalagið, því að þá fáum við ódýrari matvörur. Við skulum bara segja að þetta er hrein blekking, því að það verður sagt við okkur á nokkrum árum, kannski 10, þið hættið allri framleiðslu í landbúnaði. Það verður allt flutt inn. Og hvað þýðir það fyrir Ísland og Íslendinga? Það þýðir það að við erum algjörlega ósjálfbjarga með tilliti til þess að geta einhver tíman risið upp og sagt: við viljum ganga út, við viljum fara leið Breta og að það verði Brexit, en þá erum við búin að tapa öllum möguleikunum á því að lifa. Já, en sko ég er alveg sammálaður með þetta, sér Halldór. Sjáðu til, hvernig fóru þeir að í Finnlandi? Jú, megnið að Finnlandi er svo norðarlega að þeim var heitið sérstökum styrkjum
til þess að hjálpa landbúnaði á jaðarsvæðum. Hversu lengi héldust þessi sérstöku styrkir frá Evrópusambandinu til finnskra bænda? Náðu það 5 árum? Mér minnir að hafi ekki náð 5 árum. Jú. En ég veit það að meir en helmingur, líklega 2/3 af finnskum bílum eru hætt búrekstri. Já. Sem bein afleiðing af inngöngunni í Evrópusambandinu. Já. En það miklu meira en þetta í húfi vegna þess að við getum ekki haldið utan okkar sérstöðu gagvart búfjársjúkdómum. Bara landið verður opnað. Fyrir hverskins búfjárkynjum? Já. Og við höldum þá ekkert utan íslenska gæðingin og þá möguleika sem við höfum með því að halda áfram með að koma fram með íslenska gæðingin sem er með þá hæfni sem aðrir hestar hafa ekki. Við sjáum útlendinga horfa á stóru hestanar hoppa yfir einhverja grindur eða vera á brokki með kerrur eða að hleypa hestum en við eigum alveg eftir að sigra heiminn með íslenska hestinum með þessum ganghæfileikum sem hann hefur sem að við hrífumst af og við bíðum þess að sjá þessa gæðinga á hólum. Við tínum landin okkar vegna þess að við tínum búfjárkynjónum og við tínum landinu líka. Ég að segja að við tínum landinu því að þegar við tínum búfjárkynjunum og möguleikunum á að lifa hér þá tekur bara það við að einn góðan veðurdag eftir 10 eða 15 ár þá segir Evrópubandalagið þið eru með svo stórkostlega möguleika á Íslandi að taka við í flugformum 10-20.000 manns svona í hverju mánuði í innflutningi og við styrkjum ykkur í því með því að senda ykkur matvælin og þeir reynir að halda áfram með ferðaþjónustuna. Hvað verður við lengi að drepa hana? Við erum komin vel áleiðis með það því að hver eru sérkenni ferðalaga á Íslandi orðin núna? Vaxtarbroturinn er allur í einhvers konar lúxusferðamennsku þar sem við fljúga með fólk upp á fjöll til að láta þá renna sig niður fjöllin bæði á sumar og vetur í snjó meðan hann finnst. Já, við skulum nú ekki hafa þennan þátt langan í samtali vegna þess að þó ég óttist þessa kosningu á höfudegi í ágúst þá er ég nú vissum að íslenskir bændur átta sig á hvernig þeir eiga að kjósa. Það er rétt að vona.